Eiríkur Bergmann, þú ert næstur. Já, takk fyrir það, formaður. Kæru ráðsfulltrúar. Ég ætla nú að reyna að vera stuttorður. Þakka fyrir þær tillögur sem hér eru komnar fram. Og að því markið til að verða eins stuttorður og hægt þá ætlum ég bara að byrja á því að taka eiginlega undir allt það sem Erlingur sagði hér áðan í sinni góðu yfirferð og gera þau orð að mínum. Hnykkja á þrennu þó. Mér finnst þetta orðalag við og okkur ekki ganga upp í stjórnarskránni og Erlingur fór vel yfir það, finnst mér. Kannski ég bara þannig gerður en alltaf þegar einhverjir hópar segja við og okkur þá finnst mér aldrei tilheyra þeim hópi. Og einhvern veginn og þó ég siti við þetta borð og þá finnst mér samt ekki vera partur af þessu við skulum. Það einhver aðrir en ég allavega, ég upplifði alltaf þannig. En það ekki bara þessi orðalagsmunur, heldur þetta bara mikil efnisbreyting. Mér finnst bara mikil breyting felast í því að fara frá því að segja að íslenska ríkinu beri að tryggja öllum tiltekið réttindi eða bara okkur. Mér finnst það bara töluvert mikill munur sem að liggja í þessu og kannski það út af því að mér tamt að hugsa út frá því hvernig þjóðernið svona notað í umræðu að þá fæ ég svona ónota tilfinningu yfir, já nú ætla ég að vilja reyna að vera, já ég kann ekki orða það mildilegar en svona hálffasískur blær einhvern veginn sem að ég upplifi við þetta orðalag en þó ég vilja nú ekki halda því fram of sterkt. Og ég veit að enginn ætlaði sér neitt slíkt, bara svo það sé alveg á hreinu. En þá finnst mér þetta og mér finnst þetta óþægilegt og leiðir eiginlega til þess að ég sé mér nú ekki fært að samþykkja þetta með þessum hætti. Nú síðan það varðandi þjóðkirkjuna. Mér finnst að við eigum að reyna að klára þetta mál en ekki vísa því inn í framtíðina. Síðan finnst mér líka í þessari grein sem hér lagt fram rauninni gengið miklu lengra heldur en okkur ætlað. Því að það segir beinlínis að endurskoða skuli stöðu evangelísk-lútersku kirkjunnar sem þjóðkirkju. En mér finnst vera mikill munur á því hvort að tiltekið trúfélag njóti sérstakra stjórnarskrárverndar eða sé ekki nefnt í stjórnarskrá. Það breytir ekkit endilega kirkjuskipaninni í landinu þó svo að tiltekið trúfélag sé ekki nefnt í stjórnarskránni. Íslenska ríkið getur eftir sem áður í lögum haft nákvæmlega stöðu hvað varðar þjóðkirkjuna og það ekki okkar hlutverk hér að leggja þá skyldu og herðar löggjafanum að endurskoða bókstaflega stöðu þjóðkirkjunar í lögum. Það bara ekkert okkar mál, það málefni Alþingis. Þannig að mér finnst þetta þjóðkirkju ákvæði engan veginn ganga upp. Því að við verðum að gera þennan greinamun á annars vegar stjórnarskrá vendinni og hins vegar kirkjuskipan í landinu sem einungis lauslega tengt. Það finnst mér ekki ganga upp og að lokum vil ég árétta það sem ég hef áður sagt. Nú ætla ég bregði mér hér ekki hlutverk málsvara andskotans. Þetta þykir nú óvinsælt. En mér finnst 20. greinin bann við herskyldu þar sem að blátt áfram segir að herskyldu megi aldrei í lög leiða. Mér finnst þetta ákvæði ekki ganga upp. Ég hef sagt það hér áður og það hefur ekki hlotið eina einustu undirtekt ennþá. En ég get bara vel séð fyrir mér að það þurfi að lögleiða herskyldu til að mynda ef að landið yrði hernumið. Að þá geti það bara þurft að gera það. Það til dæmis mikill munur á því að segja pyntingar má aldrei í lög leyfa. Það aldrei hægt að réttlæta þær. Það alveg rétt. Og það á öllum tímum, alveg bursi frá hvort landið hernumið ekki. En að herskyldu megi aldrei í lög leiða,
það bara allt annað mál. Það aðstæður geta komið upp að það þurfi að gera það tímabundið og mér finnst ekki við að setja hluti í stjórnarskrá sem að vel hægt að sjá fyrir sér að ríkið neyðist til þess að brjóta. Takk fyrir.